Þátturinn unnin í samstarfi við Budweiser Budvar, stolt tékknesku þjóðarinnar í 125 ár. Komiði sæl og verið velkomin í Vegabréfið, þáttinn þar sem við rifjum upp ferðasögur, bæði góðar og slæmar með áhugaverðum viðmælendum. Í þættinum í dag þá ætlum við að koma víða við, því viðmælandi dagsins, hann hefur svo sannarlega farið víða. Hann fer reglulega í ferðalög, bæði í raunveruleikanum og einnig í ímynduð ferðalög. Við heyrum meir það hér rétt og eftir, en fyrst þá skulum við kíkja aðeins á vegabréfið hans. Velkomin Gauti, gaman að fá þig hingað í þáttinn. Takk fyrir. Hvernig fer þig þarna í flugsætinu? Ekki bara eins og þú sért á leiðinni í ferðalag? Jú, maður bara spennist upp, maður bara langar að fara. Já, en það er kannski einmitt bara vissara og spenni beltin áður en þetta samtal fer á flug. Já, kannski. En mér var svo gaman að þú skildi vilja koma í þáttinn hérna til okkar að því að núna á þessum tímum þar sem að ferðalög eiginlega ekki framkvæmanleg með góðu móti og svolítið flókið að fara út í heim. Þá hefur þú ekkert látið það stoppa þig því að þú og Hafdís konaðinn, þið farið nú reglulega í ferðalög með nokkrum vinum ykkar. Segðu okkur aðeins nánar frá því. Já, við erum sérst í matarklúbb, 7 einstaklingar og það byrjaði nú eiginlega bara, sérst við erum gamlir skólafélagar úr Gaganum og þetta byrjaði, við erum líka veiðifélagar og við byrjuðum í svona villibráða kvöldi einu svona ári og síðan bara fljótlega eftir ég gekk í veiðifélagi þá var svona einhver aflabrestur. Þannig að þá fékk Gunnar vinur minn þessa hugmynd að fara breyta þessu bara í matarklúbb 4 sinnum á ári og og draga bara lönd úr hatti. Og þannig byrjaði það. Já, þannig að þið eru með svona þema. Já. Fyrir hvern hitting? Já, það var bara dregin lönd og það var ekkert ákveðið meira með það. Síðan við héldum eitt eða tvö kvöld, svona bara venjuleg, borðuðum mat og lögðum okkar alúð í hann. Síðan var indverskt þema held ég að hafa verið þegar að þá datt mér í huga að kaupa eitthvað efni og vefja svona vefjahatt og fór í hvíta skyrtu og sandala. Það var svona frekar simpelt sko. Og þá svona espaðist kona mín upp og hún þekkti einhverju sem hafði ferðast á Indlandi og fekk lánaðan kjól. Og þannig mættum við í matarklúbbinn. Og síðan hefur þetta bara undið upp á sig heldur betur? Já, og þá fór svona kannski boltinn að þess að rúlla næsta klúbba eftir, þá minnir mig að við höfum svo sem ekki verið í neinu en þá mætti einhver annar og þá var eiginlega svona, þá var þetta sko síðan klúbbana eftir þá bara mæta menn yfirleitt í búning sko. Þannig að það má segja að þið eru að taka þetta svolítið alla leið. Þið eru með mat frá viðkomandi landi, klæðið ykkur upp samkvæmt hefðum viðkomandi lands og hvað, hlustið jafnvel á tónlist? Já, það er yfirleitt í gangi playlisti sem er með sko annarkvort svona afgönsku bænakalli eða Kim Larsen eða eftir hvar við erum og menn eru gjarnan búin að skreita svona eftir því sem þeir geta og búningarnir sko, þú veist, við gerum það sem við getum. Við erum oftast að redda þessu á síðustu stundu þó við vitum fram í tímann hvað er að fara að gerast. En það er alveg ótrúlegt hvað maður nær að bjarga sér í því sko. Og þetta verður bara rosa gaman sko. Þetta hefur svona vaxið bara. Já, það er náttúrulega mjög gott að fara í svona ferðalög á þessum tímum. Það er svona eiginlega hápunkturinn sko, menn að leggja rosa mikið metnað í matinn og við erum þetta misgóðir kokkar og það er kannski jafnvel ástæðan fyrir að ég byrjaði eitthvað svona fíblast í sko því að ég er svona óöruggar í eldhúsinu heldur en í einhver öðru. Þannig að maður svona reynir að breiða yfir eldamennskuna með einhver svona góðri umgjörð en hápunkturinn er oft sko held ég yfirleitt þegar við erum að hittast sko kvöldið, mætum á staðinn, sjá hvernig menn eru klæddir. Já, sjá hvernig það er leyst úr þessu. En þó þetta sé matarklúbbur, þá skilst mér að maturinn sé samt ekkert alltaf
svo góður endilega, allavega eftir í hvaða land er til. Það fyrir alveg eftir landinu, sko, og reyndar kokkinum líka. Já. Það eru þarna alveg úrvalskokkar en svo eru aðrir sem kannski svona lakari gerðinni, en svo, ég meina, Holland, þú veist, borða aspar, eitthvað, skilurðu, þú veist, þetta við vorum eitt sem Rússland við hjónin og það fer líka svolítið eftir að koma velur, sko. Sko, maður er ofta að reyna að vera eitthvað svona ævintýragjarn og ég var með eitthvað svona súrt kebab sem var búin að liggja í einhverju svona hvítvíni í eitt sólarhring, það var hryllingur að borða það. Já, en þið takið þetta sem sagt alvarlega og hérna eru ekkert að svindla með það, þið takið bara uppskriftir frá þeim löndum, hvort sem þær eru góðar eða slæmar. Myndirðu mæla með þessum ferðamáta? Já, tvímælalaust, þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er svolítið skrítið, sko, bæði þegar maður er kannski ef maður tekur leigubíl á staðinn, sko, eða er að labba heim eftir kvöldi, sko, þú veist. Í fullum skrúða? Já, bara í afgauðskum þjóðbúningi, labba niður Hammarstíginn eða eitthvað, sko, en þetta er rosa gaman. Og það auðvitað, lærið náttúrulega ýmislegt þessi lönd, því náttúrulega þurfum kannski að lesa ykkur til og kynna ykkur menningu þessara landa áður en þið haldið þessi matarboð. Já. Gestgjafarnir eru gjarnan, sko, þú veist, þeir fara að útskýra og segja frá svona réttinum og eitthvað og einhver svona tónlist á bakvið og já, þetta er bara gaman. Mæli indrið með þessu. Já, þetta er skemmtilegt. En Gauti, þú ferðast líka í raunveruleikanum, þú ert nú ekki bara í svona ímyndum ferðarlögum. Hvers konar ferðamaður ertu í raunveruleikanum? Sko, ég er nú svona frekar ævintýragjarn sko, þó ég hafi nú ekki endilega komið nógu mikið á svona framandi slóðir. Þú veist, það vonandi kemur með árunum, en ég er svona forvitinn og ég þarf eiginlega alltaf að vera á einhverju spani og þar þurfum við hjónin ofta að ná málamiðlun því að hún vill gjarnan bara svona meiri ró og slaka, sko. Svo erum við náttúrulega mjög gjarnan með börnin með okkur, þá er þetta svona, það þarf að Þá var nú kannski ekki beint ró, þið er 4 börn. Já. Og þið hafið einmitt verið mjög duglega að ferðast með börnin. Já, við höfum svo sem farið í svona styttri ferðir hjónin, kannski borgarferðir eða eitthvað svona, kannski held ég max 6-7 daga án þeirra, en mikið ferðast með þau og eiginlega alltaf í öll sumarfrí þá erum við með börnin, sko. En þið fallið ekki alveg inn í þessa vísitölu fjölskyldu, þið eru 6. Hvernig hefur gengið að skipuleggja ferðalögin? Sko, þetta var kannski var það erfiðara og dýrara eftir því sem þegar þau eldust, sko. Mér minnir að verið í 2017 þá vorum við á Tenerife og ég tók svona tekin á okkur fjölskyldumynd og ég áttaði mig á því að það var bara yngsta dóttir mín sem var skilgreind sem barn. En þú veist, þau voru náttúrulega öll 4 með okkur, þetta er náttúrulega bara börnin okkar. En þá er rauninni bara, ef þú ert á hóteli, þá er það bara 2 herbergi og það þarf að velja þau og við höfum gjarnan svona kannski reynt að þá frekar að leigja íbúð eða eitthvað svoleiðis, svona eftir hvar við erum. En nú finnst mörgum foreldrum það bara hreinlega að alla vera frí einmitt að vera með börnin og þetta er svo erfitt og það þarf að vera svo mikið læti og mikið í gangi. Hver er þín reynsla að því að ferðast með börn? Sko, þegar þú hringdir í mig þá sagði ég að þetta var ekkert mál. Og svo fór ég aðeins að rifja upp og svona og auðvitað er þetta alveg pínu mál, sko. En þú veist, þetta hefur verið okkar val, þetta er semst bara ertu að fara í frí frá börnunum, ertu að fara í frí með börnunum. En þetta er auðvitað alveg hellingsvinna og maður kemur ekkert endilega alveg sko sultu slakur úr fríinu, sko. Og ég ger það yfirleitt ekki þó við séum bara 2, sko. Ég er alltaf á einhverjum svona spanni. En það kemur ýmislegt upp á og þetta er, eins og segi, þetta er svona. En það getur líka verið gaman að ferðast með börn. Hvað hafið þið aðalega lært af því að ferðast með börnin? Sko, ég hef nú verið alltaf rosalega upptekinn af því að þau þurfa að upplifa sem mest og það þarf að gera sem mest og við förum á einhvern stað og þá þarf að vera búin að kynna sér hvað er hægt að gera. Síðan hef ég nú svona kannski rekið mig á það svona hinn síðari ára að maður kannski
ætti aðeins að hægja á sér og njóta svona augnabliksins á meðan að þú veist, þó maður sé kannski ekki að gera svo mikið, sko. Það eru oft góðar minningar. Bara dæmi, sem sagt, við vorum í New York með börnin og við vorum búin að þeytast á milli borgarhluta og sýna í Kínahverfið og fara upp í Greenwich Village og eitthvað svona. Og svo þegar við komum heim og svona fyrir maður að spjalla um ferðina þá svona það sem þeim fannst skemmtilegast það var sko þegar vorum dagspartí í Central Park þú veist og þau voru eldast við íkotna þú veist það geti verið til Kjarnaskógi Já, þannig að minna stundum meira Já. Og ég fór í svona lítinn dýragarð þarna í Central Park með krökkunum og ég var með dóttur mína með mér og ég sagði, hérna snæhlipari og hún og hérna rauðpanda og hérna þetta og hitt. Svo allt í einu ljómaði hann upp og hljópast á bara loksins svín. Þú veist, hún hafði aldrei séð svín. Það bara lá svín út í horni. Já, einmitt. Já, einmitt. Það sem þeim finnst merkilegt, það kannski ekki endilega það sem okkur finnst vera merkilegast. Svo bara, en sko, þú veist, þetta svolítil vinna og ég, sko, eina litla sögu af því þegar við vorum að ta einhverju sólarströnd, ég held að vera Tenerife og fyrsta daginn og ég er rosalega svona, ég sveiflast mjög hratt, sko, í skapi og æsingi, sko, þannig að ég er ofta á svolítum yfirsnúning og ég var að koma öllum út í niður á strönd og passaði vel að enginn myndi sólbrenna og ég gekk á milli krakkana og makaði á þau sólvörn, þú veist, hvort sem þau voru, þú veist, 7 eða 18 eða hvernig þetta var nú. Og síðan er bara rokið út og í einhverja búð og keypti eitthvað uppblásið drasl og niður á strönd. Og svo þegar við erum komin á strönd þá við konum mér hlæja og þá er ég á brókinni. Ekkert búin að skipta neitt sko og ekki búin að bera á mig, ég skað brann hann fyrsta daginn. Ég var bara að bera börnin. Já, þú varst bara að hugsa börnin, já. Það er náttúrulega, er oft þannig. Já. En þú hefur líka farið í ferðalag með móður þína, ekki bara með börnin. Já. Tókst móður þína og börnin með í bílferðum Evrópu sumarið 2018. Já. Það lítur að hafa verið rosalegt. Já, það var bara krefjandi en gaman, sko. Og ég held að það hefði ekkert verið síst krefjandi fyrir mömmu, sko. Hún hefur nú sagt við mig stundum, sko, eiginlega bara á hverju ári. Þú gleymir ég alltaf gauti mín að ég er nú orðin 79 ára. Og svo, þú gleymir ég orðin 82 og 3, þú veist, að ég er svona, hún er hress, sko. Og ég bara gleymi í stundum og hún er bara fullur kona. En við sem sagt vorum að fara í afmæli til systur minnar, 60 afmæli sem býr í Danmörku og ákváðum að gera eitthvað meira úr því og fengum fljótlega hugmyndina að bjóða mömmu með. Og þá bara fórum við, þú veist, skoða hvar getum við lent og hvert getum við farið, stoppað á nokkru stöðum og keyrt. Og þið keyrðu sem sagt í gegnum 3 lönd og lentu nú í ýmsu á leiðinni. Ég meina það lítur að vera svolítið krefjandi mitt að vera með hóp af fólki á svona mismunandi aldri og með mismunandi orkustig. Já. Ég var mjög stífur, sko. Ég er sem sagt svona frekar slakur að keyra eftir svona 2-3 daga erlendis. En sko mér líður illa að keyra inn í stórborg, sérstaklega svo í Amsterdam eða Kaupmannahöfn sem er svona mikil hjólamenning og svona. Þannig ég setti mjög stífa reglur, við byrjuðum í Amsterdam að það bara banna að tala í bílnum og ég ætla að komast út úr borginni og svo getum við fara að slaka á. Og það var svona mjög tens andrúmsloft meðan ég er að koma mig út úr borginni og svo bara svona loksins komin út og það var svona ró og slaki og þá lentum við árekstri. Þá lentum við árekstri, já. Þannig og síðan náttúrulega sprakk í Danmörku sprakk á bílnum og við þurftum að keyra á einhverju ónýtu varadekki sko frá Jótlandi til Sjálands og þú veist þetta er svona það er ýmislegt. Það er ýmislegt og hvað? Lentum líka í hrakningum í Hamborg. Jú, en nær maður að halda rósinni bara lenda í árekstri erlendis og
með alla fjölskylduna með sér? Nei, eða sem sagt sko, ég náttúrulega sveiflast í skapi og verð örugglega ómögulegur á köflum sko, en ég mjög fljótur niður. Kona mín svona róar þetta sko. Nei, en maður svona þar stundum kannski að keyra bara út í kant og anda það djúpt og svona sko. En þið þurftu að anda líka svolítið djúpt þarna þegar voru að keyra inn í Hamborg? Já, þá vorum við nú búin að keyra í svolítið tíma og þá var svona þreyta og einhverjum svangir og þá verða menn gjarna pirraðir og þegar við komum inn í borgina við erum með svona tæki sko til þess að segja okkur til. Vísa okkur að íbúðinni sem við vorum búin að leigja og við komum bara á vegatálma þannig að við þurfum að beygja af leið og þá komum bara á öðrum vegatálma og lögregla út allt og við hugsaum bara fyrst það bara eitthvað hræðilegt að gerast, það bara eitthvað hryðjuverk eða eitthvað og við keyrum hring eftir hring og komumst aldrei áleiðis að punktinum sko. Já, að heimlisum. Og ég orðinn alveg verulega pirraður og svona krakkarnir hálf hræddir að það öllum þessu löggum og svona. Svo erum við svona að keyra í svona, búin að vera hringsóla lengi og erum eitthvað svona útúr og þá mætum við þarna svona 60 kalli á svona bleikri hlébarðaskýlu með fána og þá bara, já, nú veit ég sko. Og þá var að byrja gleðiganga sko. Og hann hafði eitthvað svona vilst af leið sko. Og þá bara vissum við það og við þá náttúrulega bara fundum við loksins bílakjallara og bara fórum í gönguna sko. Já, það var semst búið að loka öllum götum þarna út af gleðigöngunni. Já. Akkurat. Heyrðu, við ætlum að taka örstutt hlé og fyrir auglýsingar, en við höldum áfram eftir smástund og þá ætlum við meðal annars að ræða við Gauta París. Þátturinn unnin í samstarfi við Budweiser Budvar, stolt tékknesku þjóðarinnar í 125 ár. Heil og sæl og velkomin aftur í Vegabréfið. Ég sitt hérna með Gauta Einarsinni og hann að segja okkur frá ferðalögum sínum heiminn. Gauti, bestu ferðasögurnar, það ekkert endilega sögurnar sem eru úr skemmtilegustu ferðalögunum? Nei, svo sem ekki. Þú kannast nú vel við það? Já, ég þykist vita þú veist að Parísarferð sem við fórum hjónin. Ég bauð henni til Parísar í tilefni af 30 ára afmælinu hennar. Og það var eiginlega bara svona einhver hálfgerð hörmungarferð frá A til Ö sko. Og þú veist, í minningunni sko, við hlæjum ofta af þeirri ferð og svona sko. Það byrjaði bara, ég ætlaði að koma inn rosalega óvart en Icelandair sendi miðana bara inn í bréfalúguna og hún opnaði fyrir tímann. Já, það kom strax upp? Já, við fórum út á Keflavík og þá var yfirbókað í vélina og við vorum svona pikkuð út, má ekki bjóða ykkur að fara til millilenda í London og eitthvað svona. Já. Og þar tókum við bara einhver svona hlaup á flugvellinum og farangurinn týndist þegar við komum til Parísar. Nei, hættun. Jú. Þetta sem átti að vera svona rómantísk ferð. Akkurat. Þú hefur náttúrulega valið París af því að hún náttúrulega þekkt fyrir að vera borg ástarinnar. En fenguðu farangurinn eða? Nei, við þurftum bara að eyða einhverjum 3-4 tímum á De Gaulle. Aukalega í það, ok. Og síðan þegar við komum á hótelið sem voru búin að bóka okkur inn í miðbænum ákváðum að velja svona, þú veist, frekar miðsvæðis heldur en á kostnað gæðana kannski. Þá þekktu okkur ekki fyrst, konnustu ekki upp pöntununa. Nei! Fengum svo eitthvað pínulítið herbeggi með sakka og raka og það var hörmung, sko. Ekta franskt, svona, já. Ég keypti mér einhvern svona nýtt ylvatn í fríhöfninni og fékk síðan ekkert að nota eftir ferðina því að Hafdís fann bara svona raka saggalykt af mér, sko. Einhverju miklu lykt. Mynti á hótelherbyggi í Fraklandi. Já. En þið hljótu nú hafa getað gert eitthvað gott úr þessu, eða ekki? Jú, maður var svona að reyna að gera gott úr þessu og ég var alltaf svona, við komum okkur fyrir og ég fór að svona reyna ekki að fara að fá okkur rauðvín á þessu kaffihúsi og eitthvað svona og Hafdís alltaf svona hófstilt í rauðvíninu, svo endan sprakk hún bara og sagði ég ófrísk, sem var auðvitað frábært. En á þeim tíma var það ekkert alveg frábært, því hún var nýkomin úr fæðingarorlofi og það var ekkert planað
þriðja barnið, sko. Nei, ok. Og varst þú þá að heyra þessa fréttir? Já, ég bara, þú veist, á veitingahúsi í París, sko. Ok. Þannig að Þannig að það hefur orðið lítið rauðvínsdrykkju í París? Já, þú veist, ég tók fyrir okkur 2 bara. Já, þú veist að sjá þetta. Já. En hvað náðuð þið eitthvað samt að skoða Eiffelturninn og þetta helsta? Já, við príluðum upp í hann eitthvað, en þú veist, það var líka bara, þetta var í mars og það var svona þungt yfir og þetta bara, París fyrir mér bara... Þetta hefur allt lagst á eitt, meira þess að veðrið var ekki upp á marga fiska. Já, hérna. En hvað, á ekkert að gefa París annan séns? Já, það er aldrei að vita, en sú hugmynd hefur komið upp, en við hefum alltaf eitthvað svona, nei, förum eitthvað annað. Förum eitthvað annað. Já. En þið hafið nú líka samt náð að fara í góðar hjónaferðir. Ég veit þið fóruð til Marokkó með beinu flugi hérna frá Akureyri. Já, við fórum með góðum vinum okkar í beinu flugi til Marrakesh og það var æðislegt. Hvernig kom svo borg þér fyrir sjónir? Já, þú veist, hún er svo... Og þetta er svo rosalega ólíkt okkur og þetta er svo framandi og mannlífið og bara, þú veist, það var svona eiginlega yfirþyrmandi að fara inn í miðborgina og sjá svona allt. Mér fannst það æðislegt. Já. Og svo hérna skilst mér að þið hafið nú farið í skemmtilega baðupplifun hana? Já, einmitt. Já, við fengum svona misjafna upplifun af því hjónin. Við fórum í svona hefðbundið hammam. Já. Og þar sem að þurfti bara að vera brókinni og hérna, maður var bara nuttaðar af miklu krafti og afli og hérna... Þetta er svona baðhús sem sagt? Já, þú veist, þeir bara, þú færið sæti á einhverjum köldum steini og skvettaði heitu vatni og skrúpaði skítinn. Þetta er bara þeirra leið til þess að þrífa sig, sko. Voru kynin aðskilin eða saman? Við vorum saman, hjónin. Já. Og ég bara eiginlega lokaði augunum af því að, sko, konan mín er svo spérhrædd. Og ég bara vorkenndi henni, sko, þegar þær byrjaði að djöflast bara á henni og öllum líkamannum, sko. Og hérna, já, ég held að það hefði bara verið svona verið í brjóstamyndatöku, sko, þegar þær voru bara svona. Já, þetta var alveg svoleiðis. Já. Og hvað, bara með sápuna? Já, eða einhvern oljur, sko. Já, ok. Og hérna, þær voru ekkert að víla þetta fyrir sér, sko, konurnar. Mér fannst þetta svona alveg góð upplifun, sko, en fyrir utan það, ég vorkenndi konunni mín. Og hvernig var hún eftir þessa meðferð? Var hún miður sín eða? Nei, hún hafði bara gaman þessu eftir, sko. Eftir á? Og náttúrulega oljuborin og endurnærð, sko. Já. Síðan fórum við, sko, við keyptum okkur hérna, innfæddan leiðsögumann þarna einn daginn og þá fengum við að sjá svona hina hliðina á hammaminu þar sem þeir sátu bara við vondar aðstæður, sko, að hitta hérna klefana og svona, sko. En hérna, já, þetta var frábær ferð. Hvernig var maturinn? Hann var mjög góður. Við hérna, við reynum alltaf að smakka eitthvað svona, þú veist, svona eins og innfæddir borða. Og voru reyndar á hóteli sem bauð upp á ýmislegt, en við borðum líka á veitingastöðum úti. Já, við hérna vorum voða grobbin, við fórum á svona, googluðum einhvern stað og fórum svona fyrir rælni. Og hérna síðan fórum við í svona einhverja úlfaldaferð eða eitthvað daginn eftir og þá fyrir leiðsögumaðurinn íslenski að tala um, sko, þessi ægilega fínt hótel hérna sem að Madonna hélt upp afmæli sitt og hérna kóngurinn á og bla 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 og það var akkurat staðurinn sem við völdum, sko. Nú voru þið bara í þeim lúxus. Já. Er þetta borg sem þú væri til í að heimsækja aftur eða? Já, algjörlega. Ég myndi líka vilja kannski, þú veist, fara víðar. Sjá eitthvað meira á landinu. Já. Mjög forvitnilegt. Já. En núna eins og ástandið er í heiminu þá er náttúrulega ekki mikið um ferðalög og lítið hægt að ferðast. En ef þú gætir valið eitthvert land, hvert myndir þú vilja fara? Ég hugsi myndi vilja, sko, ég myndi vilja kannski, þú veist, ég er svona borgarkall. Ég myndi vilja prófa að fara einhvern til Hong Kong. Já, af hverju? Alla blokkirnar, eins og dóttir mér segir. Nei, það er eitthvað svona framandi mannlíf og svona mikið is og þess. Það hendar svona mínu spennustíði svolítið. Já, þetta er svolítið hrifin af því. Já. Ég veit að þú ert nefnilega mjög hrifin af New York. Já. Þú hefur komið til þess að þanga. Já. Það er svona ólíkir menningarheimar og þetta er svona, það er svo margt. Suðupottur. Já. Geti verið í marga daga og upplifa eitthvað nýtt. En mér finnst líka áhugavert að þegar þú ferð í þín ferðalög þá ertu yfirleitt með myndavél hálsinn.
þú ert ennþá í því, ég meina, flestir eru bara farin að vera með símann. Já, ég hef gert það sko, ég kannski ekki verið að fara, þú veist, til Tenerife eða eitthvað svona, það sem ég komið ofta áður en ef ég er að fara svona framandi í slóðir, sérstaklega ef að mannlífið er öðruvísi, þá reyni ég að vera með myndavél með Drottnarleysu og svona. Ég er svona forvitinu fólk. Já, vilt reyna að fanga stemminguna. Já. Herðu, það var virkilega gaman að fá þig hingað í þáttinn, Gauti, en því miður tíminn er bara á enda og ég bara hvet áhorfendur til þess að fylgja fordæmi Gauta og ferðast svolítið bara í huganum, í gegnum mat kannski og matarboð með búningum og öllu tilheyrandi. En ég þakka kærlega fyrir áhorfið og ég hvet ykkur til þess að fylgjast með næsta þætti, en þá förum við alla leið til Bali, en þangað til verið sæl.